Við ætlum að gera tilraun. Við ætlum að mæla hraða hljóðsins. Til þess erum við með Firefox og við ætlum að velja hérna Acoustic Stopwatch. Og maður þarf svona, til þess að þetta virki vel, þá þarf maður að stilla eitthvað sem heitir Threshold, sem þarna efst. Og við viljum stilla það þannig að, maður þarf svolítið að stilla þetta eftir því hvernig aðstæðum maður í. Ef það er mikið af bakgrunnshljóð þá þurfum maður að stilla aðeins hærra til þess að klappið heyrist. Við ætlum að prófa 0,4 og svo munum við setja símana hér. Og mælingin, hún felur í sér, við ætlum að setja það yfir helmingin hérna því að við trúum því að sensorinn í símanum sé í miðjum símanum og við erum hérna búin að para út 7 blöð af því að við vitum lengdin á hverju blaði, þá vitum við heilda vegalengdin á milli símana. Ef það er með málband, þá getur maður líka bara mælt vegalengdina. Við áttum bara ekki málband. Já, og við ætlum að ýta á play-takkan og þá síðan eftir að við erum búin að ýta á play, þá mun ég klappa og síðan munu báðir símarnir virkjast. Þessi mun virkjast aðeins seinna. Svo mun Edda klappa, þá mun hennar sími stoppa undan mínum og minn mun stoppa aðeins seinna. Ok, þannig við ýtum hérna á play. Þetta var kannski aðeins svo lágt hérna reset fyrir mér alltaf. Já, það fer bara strax, minn fer strax, ég þarf að hækka hérna í 0,6 kannski. Glæsilegt, og þetta var mælingin. Við skulum núna reyna að útskýra aðeins hvernig það virkar. Þannig ef að fjarlægðin er D milli símana og A klappar, þá byrjar að breiðast út hljóðbylgja með hraða hljóðsins C. Og fyrst nemur hún við síma A og hann byrjar að telja tímann og svo fer hún og nemur við síma B og B byrjar að telja tímann. En það er eitthvað svona tímasenkun í þessu. Það er eitthvað tá sem er D á móti C. Og svo er smá bið og svo klappar B. Þá stoppar síminn hans en A er ennþá í gangi og svo þarf hljóðbylgjan að berast yfir til síma A og þá stoppar sími A. Við getum skoðað þetta á svona tímalínu líka og það sem gerist er að fyrst byrjar sími A, síðan við tíma tá þá byrjar sími B og svo eru þeir báðir í gangi og síðan við tíma T mínus tá þá stoppar B en A heldur áfram. Og ef við tökum eftir því að það eru 2 tá þarna sitt hvoru megin þá er tímamismunur milli A og B 2 tá og það er jafnt 2D yfir C.